Sko, fyrir mér snýst þetta rosa mikið og ég get sagt eitt dæmi sem að ég hef gert til þess að leggja minn plóg á þetta, mér finnst þetta alltaf snúast tengingu. Skilur, ég man eftir grunnskólakennarinn mínum að því ég tengdist honum. Ég man eftir konu sem kenndi mér á píanó að því ég tengdist henni. Skilur, og til dæmis ég kem að því að þú veist, ég seti niður á horni, er að vinna og ég sé kannski foreldra koma með börnin sín og ég sé strax síma og headphone. Barnið er ekkert með, það er ekki verið að eiga skemmtilega stund á staðnum. Þetta er basically foreldrarnir að tala við hvort annað og meðan börnin eru upptekin. Þú veist, og þessi hvað ég geri? Ég fyrir með blað og liti. Og hvað gerist þá? Það fyrir síminn niður, headphone-in af og þau fara öll að lita. Hversu miklu eðlilegra og heilbrigðara það? Skilur, og það verður miklu meira svona allt í einu eitthvað activity í gangi, hvað þetta er flott lita hjá þér og daga, í staðinn fyrir að krakkin sig hérna og svo komið að borða og þá eru krakkin brjálaður því hann þarf að leggja fyrir síman. Skilur, eða síminn er hérna, hann er jafnvel að horfa meðan hann er að borða. Og þetta er svo galið, þetta er svo algengt. Ég sé þetta, maður sér þetta allstaðar. Og það er bara eitthvað, við erum að fara að borða, hérna er síminn, vinnástin mín og pabbi, hérna er síminn. Þú veist, og það er bara, hvað er það að gera? Ég hef svo oft talað þetta, ég á mér svona, ég ætla kannski ekki að segja draum, en það væri gaman að búa til, sko, veitingastað eða eitthvað svona kaffihús eða eitthvað, þar sem þegar þú lappar inn, þá er ekkert símasamband. 0, skilurðu, sem að verður til þess að þú verður að interakta við fólk, skilurðu, og svo er annað sem er kannski ekki alveg gott, en ég man þegar til dæmis þegar reykingabanni kom, mátti ekki reykja inn á kaffihúsum og skemmtistöðum og svona, að sko eins og hornið, við mistum ákveðin kúnnahóp, sem að kom bara í þeim sko tilgangi að fá sér kaffi og síkó, þú veist, að ég hef oft svona pælt allir sé markaði fyrir það, að búa til kaffihús þar sem má bara reykja. Örugglega. Ég veit það ekki, mér er svo fáir reykjaorði, maður er alveg bara svona... Já, en þú veist, þetta er ákveðin pæling. En svona, þetta helsta hjá mér er það, ég væri til í að búa til einhvers konar rými þar sem fólk sko kemur og borðar eða fær sér kaffi eða eitthvað og það er ekkert netsamband, 0. Skil, og basically eru 12 bannar. Það, ég stið það. Að því að, þú veist, eins og ég var að segja, þú veist... Segjum við hérna bæðum. Já, ég vinn meina, en þú veist, mér finnst svo líka eins og þetta með að börnin er í síma, en svo er það líka fólki sem er sko, börnin er með sinn eigin síma og foreldrarnir eru líka í síman. Já. Og þau sitja saman við borð og enginn segir neitt. Nei. Og það er allir bara hérna. Ég hef líka, gerði það ofta að garni mínu, að ég segi ofta, ég kem á svona borði og það er allir í símanum, ég segi, sá sem er mest í símanum, hann borgar. Þá fara allir síman niður. Þú veist, að því, þú veist, þetta er hjálpatæki. Skilur, í mörgum tilfellum eins og úttalar með skólan, ég meina krakkin þarf að geta náð í foreldrar sín og annað, en þetta má ekki vera hækja. Þú veist, krakkin getur ekki setið í bíl öðru seldur en að hafa verið í síman. Sittu bara og horfa út gluggann.